Glæsileg skipuleg! Það held ég nú stór glæsileg 2-0 sigur okkar manna. Ég legg frábær klapp hérna. Glæsilegur sigri hér í kvöld? Já, heldur betur. Ég verð ekki mikið sættur en þetta. Bara bardagi og clean sheet og það verður ekki flottara. Miðjan var svolítið laus í fyrirháleik en síðan bætti það hérna í seinni. Hvað var að gerast í fyrirháleik? Já, laus og ekki laus. Við vildum fá þá til að spila í miðjuna og reyna að éta á þar. Það gekk kannski ekki alltaf þannig að þá kannski virkaði hann laus á köflum en þetta svona með að setja upplegg í gang ágætlega. 2-0 sigur, aðeins búin að fá okkur 1 mark, áttu 22 skot að marki, eða 22 skot og 9 á markið. Já, það er náttúrulega mjög mikilvægt að halda hreinu. Það er það sem, ég meina, að fá allavega 1 stig ef við höldum hreinu og hitt kemur oftast með. Ef við spilum góða vörn, þá kemur hitt með og svo er raunin í dag. Spilum þétta vörn, þá getum við breykað hratt með hraða stráka frammi. Af hverju skoruðu þið ekki í fyrirháleik? Það veit ég ekki, við fengum færin til þess en ég fekk hérna 2 dauðafæri, það er alveg skítið á mér. Við höfum átt að setja þannig fyrir hálfleik en svo náttúrulega tölum við saman í hálfleik og vissum alltaf að markið myndi ekkert að koma sko. Töluvert breyttur leikstíl frá leiknum á móti Val. Þið voru svolítið að verjast þar en núna sóttuðu grimmt og áttu 22 skot. Hvað er að kefla ykkur grasið? Nei, ég veit það nú ekki en það er bara öðruvísi áherslur á þetta lið og þeir spila mestan boltan í miðjunni og Stjáni er búinn að leggja áherslu á og myndum setja pressu á það þar. Þannig að þeir myndi ekki upp ná sínu spili og það gekk upp og tókum sigur og heldum hreinu. Þeir sóttu svolítið fast á okkur eftir fyrsta markið. Varstu ekkert hræddur að þeir myndu ná að jafna? Maður er alltaf smeykur en svo kemur þetta bara þegar maður að spila sjálf, maður finnur sjálfstöðu sjálf koma og svona sko. Þannig að maður er svona, nei, ég held aldrei að þeir myndu setja mark á okkur, ógnu okkur ekkert þannig. Þeir eru með Klett í markinu. Já, það má segja það. Hrikalega öflugur. Kemur mér á óvart að ég sé ekki búið að tala meira hann, sérstaklega fyrir mótið. Þannig að þetta er hrikalega öflugur markmaður. Lítið búið að tala þig fyrir mótið? Já, það er allt í lagi. Það bara sprettir maður upp. Þið sóttu fast á Breiðabliksmenn. Hvað var það lagt upp með þetta inn í klefa fyrir leik? Já, við lögðum upp þetta og fórum yfir leikstíl hjá Breiðablik í undanförnum leikum hjá þeim og gerðum bara okkar heimavinn og kláruðum leikinn í dag. Þú áttir hérna 2 mörk og maður leiksins. Hverju viltu þakka fyrir það? Ég vil bara þakka samherjum mínu og Kristjáni fyrir tækifæri og já, bara stuðningsmönnum Keflavíkur. Gunnleifur, hættu við að taka hana 50-50 boltan á móti þér. Sástu bara marki opið fyrir ykkur og tókst hann á? Já, ég gerði það bara. Ég sá að ég er fljótari en hann núna. Hann er aðeins eldri en ég. Þannig ég ákvað bara að fara á hann og klára með marki. Þú átti nokkur skref á hann? Já, ég átti nokkur skref. Við erum nokkuð sáttið við bara hvernig varnarskipulagið gekk til. Við vorum aðeins framar á velli núna en á móti Valenda, nýr andstæðingur. Og sóknarleikurinn gekk ágætlega, ekki nógu vel í fyrri hálfleik en miklu ákafur í sóknarleiknum í seinni hálfleik. Þá fórum við betur í þá staði sem við vildum sækja á og ætluðum okkur skora þegar fórum inn í tegi seinni hálfleik. Það munaði svolítið frá því í fyrri hálfleik. Við vorum ekki alveg nógu ákafur. Hvað sagðirðu við þá í hálfleik? Við svona aðalega hrósuðum þeim en lögðum síðan fyrir framlagi hjá leikmönnum en skerptum síðan aðeins á. Við breyttum náttúrulega köntunum, skiptum Magga og Bojan kant í hálfleik og það gafst vel og skerptum meira á því að ætla sér að skora og þegar við vorum með boltan. Við þurftum aðeins að halda betur boltanum. Jói satt upp í stúku, hvað slasaður? Já, það er aðeins í kálunum á honum eftir átökinn í seinustu viku, þessi 2 leikir í seinustu viku og það var erfitt að spila á plastvellinum í Laugardalnum. Næsti leikur, KR, Nettovöllurinn. Hvað sjáum við þá? Þá sjáum við vonandi ákafa leikmenn og Keflavíkur eins og voru í kvöld. Ég get alveg fyrirgeðið þeim það, þeir voru kannski ekki alveg nóg ákafir eins og í fyrri hálfleik, kannski 3. leikurinn 8 dögum, en við erum samt búin að rúlla á mannskapnum og ég held við séum búin að koma núna 18 leikmannum inn á völlinn í 3 fyrstu leikjunum sem er mikilvægt. En KR bara býður upp á klassíska Keflavíkur KR baráttu og anda og erum að fara að spila við eitt af bestu liðum landsins, þannig að það er gríðarlega spennandi og ég trúi ekki öðru en að hamborgarsósan verður klár hérna upp
upp í íþróttahúsi fyrir leikinn og það verður enn meira juicy burgara sem við fáum fyrir leik. Okay.